Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Gamli bærinn á Blönduósi margt einstakur og uppi áform að varðveita gamlu húsin. Fæstir þéttbýlisstaðir á Íslandi geta státað af slíkum bæjarkjarna. Í gamla bænum Hótel Blanda, rótgróið hótel. Ferðamennska vaxandi atvinnugrein á svæðinu og nú hafa eigendur hótelsins ákveðið að hafa það opið í vetur en til þessa hefur ekki þótt grundvöllur fyrir slíku. Við finnum bara fyrir eftirspurn, bara frá fólki hvaðan af að og okkur langar að sjá hvort að við getum ekki staðið undir þeirri eftirspurn og haft hóteli í rekstri allt árið og með veitingastað þá líka. Eru þetta útlendingar eða Íslendingar sem finnir þetta frá? Þetta meiri hlutin útlendingar eins og á flestum stöðum en það alltaf ágætis hluti af Íslendingum sem að koma. Maður sér að þegar maður kemur að þið eru greinilega í töluverðum endurbótum. Já, heldur betur. Við tókum við hótelinu núna í ár bara og við höfum verið að taka herbergin í gegn og andyrið og bara flest svæði. Það þetta vinna sem að heldur áfram bara næstu árin. Og já, okkur langar svolítið svona að halda í þennan gamla anda sem hótelið hefur og virða hana sjálfsögðu, en líka svona byggja hótelið svolítið upp inn í framtíðina og svona það á það skilið. En það örugglega, það ekki svona töluverð kúnst einmitt að gera upp gamalt hótelið eins og þetta og einmitt að halda í hið gamla? Já, það getur verið svolítið kúnst stundum en eitt af því svona skemmtilega við þessa vinnu og það að finna þessa litlu hluti, það hægt að laga allt ef maður vill og það hægt að breyta ýmsu en það að hafa þetta klassíska yfirbragð yfir öllu og mér finnst það kúnst en það bara mjög skemmtilegt líka, mér finnst það mjög skemmtilegt og að tala við fólk úr sveitinni og sem hefur verið í gegnum árin og hvernig hótelið var og hvernig bragur var yfir þessu öllu saman og taka það allt með í reikningin þegar maður svona ætlar að fara áfram og fara að breyta ykkur. Og ekki skemmir staðsetningi þá fyrir sem sagt í gamla bænum sjálfum? Einmitt, gamli bærinn mjög skemmtilegur og flest öll húsin venduð að einhverju leyti með skilst og við erum auðvitað alveg við sjávarsíðuna og það svolítið það sem að líka fólk sækir í. Það vill svolítið kyrrðina og bara hreina íslenska náttúru. Þannig að þá erum við mjög vel staðsett hvað það varðar. Hvað ætlar nú kokkurinn að bjóða upp á Hótel Blöndu? Borgin restaurant á Hótel Blöndu. Ætli við leggjum ekki bara áherslu á góðan mat, reyna það, en fiskurinn stendur kannski alltaf upp úr. Því að við erum í ofboðslegri nálægð við hafið og ég hrifinn af fiski og gaman að elda fiskur fyrst og fremst. Það ekki þannig að það eru allir hrifnir af fiski í raun og veru? Jú, það eru allir hrifnir af fiski, hvort sem þeir vilja viðurkenna það ekki. Þú veist, að nálgast þetta hráefni hér eins nýtt og það eru forréttindi, segi ég. Borgin var út á Skagaströnd, ég er komin hingað nær þjóðveginum, kannski meiri möguleikar. Ég er svo heppinn að það fiskbúð á Blönduósi. En þetta líka mikið sauðfjár hérað, þú ert nú eiginlega skyldugur til þess að vera með lambið líka? Algjörlega. Lamb í staðinn fyrir nauð. Og hótelstjórinn bjartsýnn á framtíðina, enda tækifærin í ferðaþjónustunni mörg á svæðinu. Það tækifæri já, og ég tel að tækifærin tengist náttúrunni að miklu leyti. Fólk hefur mjög gaman að því að labba á svörtu söndunum, fylgjast með fuglalífi, fara í reiðtúra og jafnvel veiða í ám í kring.
og þetta er eitthvað sem væri hægt að byggja enn frekar upp. Fólk hefur verið mjög duglegt við það nú þegar, en það má alltaf gera betur og hérna, já, þannig að það er ýmis sóknartækifæri hérna í kring. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.